Komið í sæl. Þetta myndband nokkurn veginn framhald af síðasta myndbandi, þar sem við vorum með orðadæmi. En nú ætlum við að tengja þetta við rúmfræði, eða rúmfræðimyndir. Og ef það fylgir ekki mynd dæminu hjá okkur og við erum að fjalla um einhvers konar form, þá mæli ég með því að rissa upp einhverja mynd til að styðjast við. Og hér búið að gera það fyrir okkur, þannig við skulum fara að skoða dæmið sjálft. Og hér stendur að í rétthyrningi grunnlínan, þessi hér, tvöfalt lengri en hæðin. Ég veit ekki hver hæðin mikil og þess vegna hæðin kölluð x. Og grunnlínan sem tvöfalt lengri, hún þá tvisvar sinnum x, eða 2x. Nú ummálið 72, við að finna hliðar rétthyrningsins, hversu stórar þær eru. Til þess að reikna ummál, þá legg ég saman allar hliðar. Og ég byrja hér, þessi hlið sem x, pluss þessi hlið hérna, sem 2x, pluss þessi hlið hér, sem hlýtur að vera jafn löng og svo sem var hinum megin, þannig að þetta líka x. Þannig ég bæti því við hérna fyrir aftan. Og pluss toppliðin sem væntanlega jafn löng og grunnlínan, hérna niðri, þannig að þetta hlýtur að vera 2x líka. Og þá ég búinn að leggja saman allar hliðar. Og þetta ummálið og það átti samkvæmt dæminu að vera 72 cm. Við þurfum ekkert að skrifa mælingunum með hérna. Þá ég sem sagt komin með jöfnu sem ég ætti að geta leyst. Og ég legg saman öll x-in. 1x hér pluss 2x í viðbót, þá ég komin með 3x. Pluss 1 í viðbót, þá ég 4x. Pluss 2x í viðbót, þá ég komin með 6x sem 72 cm. Og til að finna hvað 1x mikið, þá getum við gert eins og í Vogar skálaraðferðinni, deilt með 6 báðum megin. Þetta strikast í burtu. Nú ef ykkur finnst þægilega að hugsa færa yfir, þá það hægt líka að þetta breytist í deilingu. Þannig að x 72 deilt með 6 sem 12 cm. En við þurfum að passa okkur að svara spurningunni. Það spurt hvað eru hliðarnar langar. Þannig að það ekki nóg að enda svarið hér. Ég þarf að segja að þessi hlið hérna, hæðin, hún 12 cm. Og grunnlínan sem 2x þá tvisvar sinnum 12. Hún hlýtur þá að vera 24 cm. Þannig að þetta eru svörin. Þá skulum við líta á annað dæmi. Og hér engin mynd til að byrja með, bara texti. Og þá ágætt fyrir okkur að rissa upp myndina. Í þríhyrningi hornið A 60 gráður. Og ég byrja þá að tekna þríhyrning. Og yfirleitt eru hornin kölluð bara A, B og C. Og ég komin með hornið A sem 60 gráður. Búin að merkja það inn. En það stendur ekkert hvað hin hornin eru stór. Hornið C, hvað ætli það sé stórt? Ég veit það ekki. Þannig ég kalla það bara x. Eða einhvern annan bókstaf. Nú hornið B tvöfalt stærra. Þannig ef að hornið C var x, þá hornið B tvisvar sinnum x. Og þetta get ég merkt inn á líka. Hornið C og svo B sem tvöfalt stærra. Og núna get ég farið að búa til jöfnu. Og þá reynda nauðsynlegt að rifja upp úr kafla 3. Og þar kom í ljós að alltaf ef ég legg saman öll horn í þríhyrningi, þá fæ ég út töluna 180 gráður. Þannig að hornið A sem 60 pluss hornið B sem 2x pluss hornið C sem x. Þessi þrjú horn eru samtals 180 gráður. Og hér ég komin með jöfnu sem ég ætla að leysa. Og ég ætla að leysa hana með þeim hætti að færa öll x-in hérna vinstra megin í jöfnuna og allar tölur hinum megin. X-in þau eru hérna vinstra megin, þannig það ekkert að færa þau svo sem. En gott að skrifa þau upp aftur. 2x og pluss x. 60 aftur á móti ætla ég að færa
hinum megin samansammerki. Þannig að þar stendur þá 180 og ef að 60 færist yfir þá breytist það í mínus 60 og þá skrifa ég það hér. Nú þetta get ég einfaldað 2x plus 1x hérna vinstra megin og það 3x og 180 mínus 60 það 120 og svo til að finna 1x þá get ég fært þetta hérna yfir, breytist þá í deilingu, þannig að x þá 40, eða 40 gráður. Og aftur þurfum við að passa okkur að svara spurningunni. Hornið C var bara x, þannig að ef x 40 gráður, þá var hornið C 40 gráður. En hornið B 2x, eða 2 sinnum x, sem sagt 2 sinnum 40 og þar að leiðandi 80 gráður. Og þá erum við búin að setja upp jöfnu, nota hana til þess að finna x og í kjölfarið svara því hversu hornin eru stór, B og C. En nú skulum þið spreyta ykkur á svona dæmum í bókinni. Takk fyrir mig.